nokkur orð. Eins og oft gerist hjá mér, þá er ekki búin að undirbúa neitt á blaði nokkur orð. En ég get samt sagt nokkur orð. Og mér langar til þess að við notum ímyndunaraflið og förum nokkur þúsund ár aftur í tíman þegar að ættbálkarnir, 12 og fleiri, þeim fjölgaði alltaf, voru komnir frá Egyptalandi úr 400 ára dvöl en þar af meir en 200 ára þrældómi. Og hvernig þrældómur var það? Við sem búum á öld þar sem við höfum uppþvottavélar og þvottavélar og höfum bara allt og bíla, getum við þá farið og gert okkur grein fyrir því hvernig lífið var þá út í eyðimörkinni. Það voru sumstaðar grænar vinjar og Móses sá til þess með Guðs hjálp að þau höfðu vatn. En það búið í tjöldum og konurnar voru ekkert hérna í þægilegri vinnuhæð. Þær sátu á hækjum sér eða bóruðu yfir, bjuggu til degið eins og við sjáum kannski á sumstaðar í Afríku. Þetta var lífið þeirra. Og að þvo sér eða fara á salernið, þú fórst svolítið út fyrir búðirnar og grófstir hólu. Og þú þurftir að kunna fyrir þér ýmislegt. Það var ekkert apótek ef börnin urðu lasin. En það vildi nú svo vel til að mannað sem að Guð lét í té í 40 ár, það dugði, þetta brauð af himnum, eins og Jesú kallaði sjálfan sig, ég er brauð af himnum, að það dugði til þess að viðhalda heilsu þeirra fullkominni, eitthvað sem við þekkjum ekki í dag. Við erum að stríða við alls konar sjúkdóma og við höldum að fólki þá hafi verið að stríða við sömu sjúkdóma. Sumir af þessum sjúkdómum sem við þekkjum í dag eru bara einfaldlega ekkert mjög gamlir. Þeir hafa komið upp vegna, streitu, rangra matvæla, rangra lífshátta, oflítillar hreyfingar, alls konar ástæður. Að við höfum sjúkdóma í dag sem ekki þekktust þá. En Guð sá fólkið sitt og það er svo undursamlegt að þau fóru í gegnum eyðimörkina á 40 árum. Og af hverju hafa hann 40 ár? Jú, hann var að kenna þeim að þekkja sig aftur. Þau voru svo villt frá Guði, skapara himins og jarðar, skapara okkar og frelsara. Þau voru svo villt frá honum vegna áhrifa Egyptana og allra hjáguðana sem þeir höfðu úr silfri og tálguðu sér úr spýtum og bjuggu til alls konar tákn. Að þeir vildu hafa eitthvað áþreifanlegt. Þið vitið, sumir banka í 3 og segja 7, 9, 13 og sumir halda í eitthvað og segja þetta er lukkusteinn. En málið er það að Guð á himnum, hann þarf ekkert að láta okkur þetta í té. Við þurfum bara að tala við hann frá hjartanu, í huganum, í bæninni og ekki ímynda okkur einhverju dauðir hlutir hafa einhverju krafta. Þeir hafa enga krafta. Við erum búin að búa til þessa trú og þessar kenningar og aukakenningar hjá Guði eins og það var nefnt réttilega. Og ég semst að hlusta mikið á bækur frá þessum tíma sem höfundarnir fara biblíuleiðina aftur í þessa tíma og þegar ég heyri fólk sem ekki hefur lesið biblíuna gagnrýna harðlega og fullyrða Gamla testamentið, það sé bara má afskrifa, það er svo grimmt og það er svo grimmur Guð þar, býði við. Það er sami Guðunur í Nýja testamentinu, þetta eru bara testamenti, vitnisburðir hinn eina og sama Guð. Og af hverju var Guð að láta útrýma, af hverju hleypti hann þeim inn í Kananland og þeir áttu að útrýma þjóðflokkum? Jú, ef við hefðum verið þar, þá hefðum við sagt, þetta fólk þarna, það er bara rétt dræft. Því það framdi hluti sem að maður sér ekki nefnir valla það í svörtustu Hollywoodmyndum. Okkur langar heldur ekki til þess að horfa á neitt slíkt, né heldur að hugsa mikið það, því allt sem við erum að spekulir í, það getur farið of mikið inn í hugan á okkur og það meiðir okkur. Þess vegna viljum við ekkert vera að tala upp áttum öll barnamorðin, allan þrælana sem voru teknir, konurnar sem voru hneftar í ánauð. Það er endalaus listi.
Þetta voru svo hræðilegi hlutir af því að þetta fólk gekk ekki með Guði, þá bar það enga virðingu fyrir mannslífum eða öðrum en þeim sjálfum kannski ekki einu sinni sínum eigin og fórnuðu litlu börnunum sínum fyrir eitthvað Guð sem þau þurfti að hafa í góðskapi. Og þegar ég hugsa til þessa tíma og þess sem við höfum í dag, við höfum hlý hús, við höfum það eiginlega allt og gott að mörguleiti, en erum samt að kafa í einhverjum vandræðum sem að við kennum ríkisstjórninu eða bönkunum eða hverjum sem er. Við erum ekki betur stödd, við þurfum alltaf á Guð að halda í þessum kringumstæðum. Þetta voru nokkur orð í dag, bara eitthvað svona til þess að velta fyrir sér, að Guð var ekki grimmur, hann þurfti stundum að hreinsa til.